náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Sopna. Já, klára Já, Egill, velkomin í Þvotthúsið. Takk. Velkomin. Býtu, Takk. fá okkur sósa sóla. Ég vil ekki kókmaður. Það er að þér. Þú sós? Sósa sóla, flokkstrykk sósíalistaflokksins. Já, langar þér í? Nei, takk, ég drekk ekki sigur. Nei, já, ég drakk ekki sigur. Takk samt. Kókmaður. Hvað? Viljið þið þarna... Þið eru með Jónur. Ég var allt til alls, held ég. Þetta er sem sagt, þetta eru Feitar Jónur. hampblóm frá hérna gott CBD. Já. Ég ætla að fá mér í haus með þessu. Vaporizerinn. The Vaporizers. Þetta er eins og veip bara, það ekki? Nefnum þetta er bara rísa græja. Hún fyrir ekki... Hún brennir, hún hitar sig upp í 200 gráður og brennir blómin. Já. 200 gráður. Já. Hvað gerir veip vel, venjuleg? Og ég er henni reykið þetta í gufu. Þannig að nú hita henni upp í, ég segi bara 205 gráður. Já. Og nú fyrir hann að hita sig. Ertu bara með þetta svo í vasanum bara? Nei, ég er ekkert að smóka en þetta regla. Fúsir, þú ert með hljóðið, það er allt í lagi með hljóðið. Ok, heyrðu, þið ykkur vant að kveikjara? Já. Takk. Heyrðu, svo er nammi hérna. Já. Þetta er náttúrulega fullt af sykri. Já, það er alveg... Nú er ég hættur að borða sigur og mestu liti, sko. Ok. Heyrðu, ok. Við erum hérna komnir aftur. Bræðurnir, The Víum Brothers. The Víum Brothers. Þetta er þáttur Þvottahússins númer 101. Sem sagt í byrjun desember á síðasta ári þá tókum við upp 100. þáttinn sem sagt, þar sem Þvottahúsið hefði verið starfað ötulega í 2 ár og 100 þættir runnu úr viðjum okkar og hérna og svo krössuðum við keyrðum á vegg. Já. Mér finnst það svo geggja, sko. Bara, þú veist, 100 þættir alveg á 100 km hraða, þú veist. Já. Þáttur á viku, þú veist, hvernig er ekki annað hægt heldur en Já, og sko í hvert skipti varstu með einstaklinga hérna sem voru bara hérna með eitthvað þungmálefni og fólk að segja eitthvað og kynna skoðanir sínar og viðhorf sem staðarendir og maður þurfti einhvern veginn að setja sér inn í þetta og tilengja sér þetta og ég hérna krassaði bara tilfinningalega og svo kom veturinn og myrkrið svo fikk ég COVID og svo dó kötturinn minn út frá þessu ekki COVID og svo þurfti ég að ferma Já. og svo þurfti ég að skipta vinnu Þetta er alveg bara en svo er komin aftur og búin að ná þér en ég veit ekkert hvar ég er Nei, ég veit ekki en við erum hér og eins og ég sagði á það, þetta er svo fallegt úr fjarlæð, sko, eins og Charlie Chaplin sagði að lífið væri sorg, hvað heitir það, tragedía í nærmynd og komedía í fjarmynd. Það er þannig að þegar mann er tekst að stíga tilbaka og sjá þetta svona frá einhverju svona öðru sjónarhorni þá er þetta bara djók allt saman, sko. Þetta er ekki svona alvarlegt og það er fegurð í þjáningunum. Það er allavega eitthvað stærri fegurð í þessu, held ég. Já, er það ekki? Jú. Og mögulega sköpun. Já, þetta ferlið þitt er mjög fallegt. Svona héðan frá úr herbyggjum. Já, einmitt, með við lýsingarnar. En þú ert ekkert að tengja við þetta, Davíð? Mér líður ótrúlega vel. Þetta var svona kærkomin hvíld. Þetta voru svolítið erfitt, sko. Er það ekki? Jú. Hvað fannst þér erfiðast? Að fara frá fjölskyldinu á kvöldin milli 8 og 11 einu sem 2 í viku eftir erfiðan dag. Já, svoleiðis. Það er alveg eina, sko. Ég get alveg keyrt mig í kaf, ég var mörg ár eftir. Ég þangað til að það er ekki lengur, sko, en mér líst vel á þetta. Þetta er mjög spennandi að sjá hvað gerist, hvað verður úr þessu hérna, sko. Þó var ekki bara einu sinni í mánuði, annarkvært ár, hlaupa ári. Já, ég meina sjáum hvað gerist. Við erum allavega hérna. Við erum hérna. Og sem sagt, velkomin kæri vinur, Egill Sæbjörnsson í 101. þátt Þvottahússins. Þú ert sem sagt að koma til okkar í 3. skiptið. Þú sem sagt kemur til okkar í þátt nummer 34 og svo í þátt nummer 95. Og hér ertu aftur, þannig að ég er hérna með nokkra spurningar áður en ég fer í eitthvað þema, áður en við ætlum að fara inn í afstöðuleysið og þyngdarleysi
og þá ætla ég að spyrja þig þú ert búin að vera hérna núna í 34 þáttur og 95 þáttur núna ertu hérna í 101 þáttur af hverju heldur það svo sé? Af því ég er svo ógeðslega skemmtilegur Mhm. eða því að það er svo gaman hjá okkur Mhm. mér finnst það bara líka ógeðslega gaman að koma til ykkar Mhm. ég held að segja það Mhm. okkur finnst þú skemmtilegt að spjalla saman Mhm. er það ekki? Ég held að geti verið út í því að hann að því að þú ert ekki að segja neitt hann sem myndi kannski skilgreinast af viti, Nákvæmlega er það ekki? Jú. Skilgreinast út frá svona hann kannski fjöldanum Það er svona það sem er búið svo skemmtilegt er svona þetta frjálsa flæði Já, einmitt einhvern veginn frjálsa flæði af upplýsingum Já, það er svona bara samtalið á milli okkar sko. Já, og það er svona eiginlega eins og að sé ekkert verið að taka upp og við sem bara tala í ykkur skúr sem aldrei neitt með nokkuð tíma að sjá það eða lesa það eða neitt Nei, við veit ekki eins og hvort að fólk sé að muni horfa sko. Nei, svo er það það bara kemur að ljós Já. En mér fannst nefnilega á þessum 2 árum mér fannst ég á tímabili sko, þá var svona ákveðin metnaði gernd í manni upp á svona samkeppni innan svona podcast heimsins Já, svo fatar það bara út sko. Já, og ég bara gafst líka upp bara á því, mér fannst alveg sjúklega leið maður var bara að keppa við ykkur að flipphausa og ykkur áhrifavalda, Alls konar, já eitthvað lið sem var bara alltaf eitthvað að bera ofan eitthvað og Þú fórst líka í ræktinu og reyndir að taka þetta alla leið sko. ég reyndi það Þú fórst að deadlifta og allt Já. og selfies Já, og... alveg, svo er bara rosa brann ég vinna, yfir sko. sko. Svo bara, Já, ég veit að þetta er alveg rosalegt já, Ég skilði það alveg Ég var náttúrulega að hugsa þetta svona spóli gegnum þetta tímabilið frá byrjun Þú varst að íttur allar réttu takkana sko. En þetta er erfitt Já. Kennir mann að bera virðingu fyrir ferðalaginu hjá áhrifavöldunum Já, eða kannski þurfa að fara að endur skilgreina hugtækið áhrifavaldur Er þetta frétt? Var þetta ekki bara því að Já. þið hafi bara svo mikið brennandi áhuga fyrir því að spjalla þessi málefni og ykkur finnst það svo skemmtilegt Jú, Jú, það er það það er yfirleitt þannig og þetta er gefandi Já, en svo þetta er svona eins og með sköpun veist, hún þarf að koma frá einhverjum ákveðnum stað og hún gefur þér eitthvað tilbaka en svo kemur að því að hún er hægt að gefa þér hún er fann að taka í rauninni meira en hún gefur já, það er erfitt hvað það maður að fara að Ég gera held að sköpunin sé á mill okkar Þannig að við hittumst og erum að spjalla saman þá verður eitthvað nýtt til sko, eða þegar fólk hittist og spjalla saman þar verður sköpunin til Ég held að hún sé á milli manneskjana Það er það sem við ætlum að gera í kvöld Er það ekki? Jú, Ok. því þegar ég skrifaði þér þá langaði mér að fara sko, ég skal bara lesa þetta hérna sem ég skrifaði fyrst áður en að við svo töluðum setna varandi handriti Já, altså þeim þess að þáttar eða einna heldur átti að vera altså það að ávarpa þetta einingar ástand sem varir í þessa mikroskópisku splitt sekundu rétt áður en að þenslan hefst mikli kvellur í stað þess við kannski förum aðeins inn á það en hérna, ég skrifa samt sem á hérna í stað þess ætlum við að ræða mögulegar útgáfu samfélags í framtíðinni og við ætlum að hérna, taka fyrir það sem að þú talar sem SIM þetta þarf að vera sporið fram með setu sko SIM og það er sko ið eiginlega dettur út af því að sko þetta er svo það er svona setan, ið og emmið er eiginlega óna hver öru Já, og ég skrifa að taka fyrir víddina en við þurfum líka að skilgreina hvað þetta er því að þetta er kannski ekki vídd en það sem fekk mig til að fara inn á þetta það er sko, eins og ég var að segja við áðan hérna inn í húsi sko, ég fekk þráhyggju fyrir svartholum fyrir nokkrum árum og hérna og ég fekk það í mig að afleiðing ofur svarthols er í rauninni ekkit annað en þetta einingar ástand sem svo fæðir af sér lítinn mikla kvell og það eru miklu kvellir út allt í óteljandi útfæslum þannig að þetta er svona svartholsprump sem á sér stað og úrverður einhver alheimur sem svo byrjar að draga saman aftur og einhver fæðing og döði en svo þegar ég fór að kynna mér þetta eitthvað þá komst ég að því að þetta var actually kenning sem höfði verið lögð fram en einhvern veginn afsönnuð á þeim forsendum að þeir fóru að sjá það að hraði þenslunar út frá þessum
punkti eins og singularity punkti hann að aukast en ekki það ekki að hægja á sér, þannig að þetta eitthvað svona náttúrulegumál sem við ekki skiljum þetta eitthvað svona eitthvað skammtafræði drasl sem ég ætla ekki að reyna að útskýra og þannig að þeir koma með nýja kenningu sem heitir sko the big freeze theory, það sem er rauninni þenslan, hún bara eykst og bara í svona veldisaukningu og fjarlæði milli einda eða hluta, hún verður það mikil að það myndast bara eitthvað svona uber alkul það sem allt bara eitthvað bara frís að eilífu og það er náttúrulega algjört mindfuck og þarna stoppaði ég þannig að sko þetta er eiginlega allt innan þetta rúmast allt innan er það? Sko hvernig langaði þér að taka þetta hérna? Já sko henni sekunduna undan Big Bang og Big Bang er í sama rýminu og það er innan sama tíma það er að segja það er innan sama veruleika og ja, Big Bang það er bara 1 sekúnda frá því að Big Bang gerist ég held að Big Bang er eitthvað svona sem er kannski bara einhver hugmynd sem við erum alveg obsessed af og það spurning hvort að expansion og collapse er ekki að gerast stöðugt á hverjum tíma og að sé í rauninni endalaus Big Bang að gerast, þau eru bara mismunandi stór og endalaus collapse að gerast á sama tíma og í TIM þá er í TIM þá byrjaði heimurinn aldrei og endaði aldrei við erum svo og það skýrist til út af því að við erum svo vöni að eitthvað byrji og endi þetta er bara svona við höldum að allt byrji og endi þú veist, mikrofónið byrjar hér endar hér, Egill byrjar hér endar þarna bílaðu millar okkar byrjar þarna og endar hér Er það ekki út í því að við sækjumst eftir því að skilja því við viljum hafa stjórn? Jú, og til þess að við þurfum að gera til þess að lifa af þá höfum við þurft að skilja heiminn og en það eru til líka starffræðilegar forbúrur sem að sýna fram á óendanleikan þannig að gefum okkur bara ef við gefum okkur þá forsendu bara svona ganni að hugmyndunum það að spurja sig hvenær heimurinn byrjaði og hvenær myndi hugsanlega enda sé bara úrelt spurning sem bara heimurinn hefur alltaf verið til og hann verður alltaf til þurfum ekki að velta því meira fyrir okkur og svo líka og þá heldur aldrei þá ekki og í TIM þá er engin byrjun og endir á rými það er að segja það heldur engin miðja á rýminu og það er engin útkantur á rýminu heldur rýmið er eitthvað sem er án miðju og án útkants og er og þenst út og dregst saman á sama tíma og getur opnast og lokast stöðugt Þú ert að tala hana sko möguleikar sem eru óendanlegir Já, það geti alveg verið það geti alveg rúmað þetta þannig að þá er allt þetta með þenslu heimsins í Big Bang og svolítið það er í rauninni kannski óþarf að vera að velta því fyrir sér ef að heimurinn það er sem sagt til heimur sem hann er óendanlegur en það er bara svolítið skrítið við erum erfitt með að skilja ef við höldum alltaf að dagur byrji og dagur endi og líf hefjist og líf endi og bók byrji og bók endi Sko við viljum skilja lögmál sem eitthvað fast, fixed módel en hvað gerist þegar að sko lögmál eða sko, sem sko skarast með öðru lögmáli hlutu þá ekki að eiga sér stað er þá ekki eitthvað breyta þá er bara stöðu breyting á því sem við höldum að sé eitthvað fast Lögmálin eru náttúrulega bara einhver svona tilraun okkar til þess að skilja heiminn er það ekki? Og ertu að tala svona hugmyndir okkar mannanna svona þegar það skarast Jú, við erum einhvern veginn bara það er einhvern veginn við erum með eitthvað svona fasta eða eitthvað svona starffræðilega formúlu til að skýra eitthvað og þá segjum við þetta er einhvern veginn
en hvað gerist þegar að þú blandar út í þetta bara lyftidufti eða Já, nákvæmlega. þú veist, eða, Já, það náttúrulega erum við alltaf að gera. þú veist, þá bara einhvern veginn bara eitthvað X verður bara eitthvað seta eða upsilon eða, þú veist, þannig að þetta ekki bara allt dæmt þess að mistakast, þetta ekki allt bara fucking þvæla. Já, þú meinar, jú, þetta þetta náttúrulega bara, við erum náttúrulega, ég held að vísindamenn séu nú yfirleitt líka mjög humble, sko, þeir eru ekkert endilega að segja að þeir haldið hafi höndlað sannleikan, en sumar kenningar verða vinsalar og verða svona alteknar, þú veist, eins og kenningar Einsteins eða ýmislegt annað. Fer bara eftir hvort þessi hipp og cool og skemmtilega og hress. Nei. Eða skilur við með kenningarnar og það? Það alls konar kenningar og alls konar kenningasmiður út allt og... Já, en samt, þú veist, þannig að, þú veist, úr sér kenningar Einsteins. Það sannfærandi ekki, sko. Þú veist, Einstein segir til dæmis að engin upplýsing henni ekkert getur ferðast hraðar en ljósið. Ok? Það ekki satt. Nei, og svo erum við að sjá það að það ekki satt. Og við erum að sjá fótsporin af því, en við getum ekki útskýrt í rauninni af hverju, eða hvernig það gerist. Við erum ekki með í rauninni bara mæli möguleika til þess að geta einhvern veginn kortlagt það sem í gangi, sko. Þú veist, þú tekur einhver próton og þú skerður þau í tvennt og þú stimulerar próton A og próton B, það bara sýnir nákvæmlega sömu viðbrögð og nákvæmlega á samtímis. Það á sér ekki stað í rauninni sko delay altså á upplýsingum. Þannig að hugtækið sko í rauninni ferðalag eða samskipti, það bara fellur sjálfsitt og það þarf að fara endurskilgreina því að út í rauninni með ástand sem á sér stað samtímis en uppsprettan öðrum megin, en hvernig getur uppsprettan bara verið öðrum megin þegar aflengin að því að begja megin. Já, nákvæmlega. Þú veist, það ferðalag fellur sjálfsig sem hugtæk, sko. Því þá þetta ferðast frá A til B. Já. Þannig ekkert ferðalag. Fattar þau? Þetta svona, já, þetta náttúrulega líka svolítið svona heimsbyggilegt. Já. Heimsbyggilegt debate. Er það ekki? Jú, örugglega, en þú veist, þarna bara eitthvað sem einhver bara hæfasti og færasti og frægasti vísindamaður bara allra tíma. Já, allra svona okkar tíma segir að sé eitthvað og lengi vel áttu nokkuð hugað gera. Já. Svo bara þetta eitthvað allt öðruvísi. En já, sko ok sko, mér langaði svolítið líka að fara inn á þetta, veist, út með vísindafólk sko já og svolítið með listafólk og þess listafólk það að fást við sköpun þá í einhverjum tilgangi örugglega þótt að segist ekki vera einhvern veginn að sækjast eftir neinu sérstöku þá það auðvitað að því annars verður það ekki að hreyfa sig veist, það verður að sækjast eftir einhverjum þroska eða mögulega einhverjum vexti eða einhverjum skilning og þá kemur þessi spurning sem ég spurði áðan og veist, það sko listafólk listamanneskjur þetta misheppnaði starffræðingar eða eru starffræðingar misheppnað listafólk? Starffræðingar og listamenn eru bara eins og tveir endar á sömu spýtunni. Já, er það ekki? Jú, þú getur ekki verið starffræðingur á þess að vera listamaður og þú getur ekki verið listamaður á þess að vera starffræðingur. Myndirðu skilgreina þig sem vísindamann? Ég hugsandi vera og nei, ég segi nú alltaf til dæmis þegar ég með einhverjum svona pælingar, þú veist, þá ég bara amatör. Í samanburði við? Í samanburði við þá sem eru að gera þetta allt saman eftir mjög vísindalegum staðreyndum og eru að svona fara eftir kerfi vísindana sem ég virði alveg, sko. Byggja hraðala og svona. Já, ég bara svona observer, sko, þú veist, eins og þetta sem ég talaði frá Magma to Mankind. Já, það var mjög skemmtileg heimildamynd. Já, ég meina þá var það bara tók ég eftir því að á undan á náttúrugripasafni í Bamberg í Suður-Þýskalandi þar sem að direktorinn af safninu var bara svona að sýna mér gegnum safnið og þá fór hún gegnum svona var jörðin til hún var fyrst glóandi hnöttur og svo storknaði skurnin utanum jörðina og síðan þegar skurnin þyknaði þá var þrýstingur á efnin og þá voru aðrar steindir til vegna þrýstings og síðan kristalliserast smá saman líka sagt, vatn út úr efninu sem er inn í mölli jarðar og
og smá saman var til urðu höfin til og síðan í rauninni verður innir svokölluðu fyrstu einfrumungar verða til inn í Pumic Rocks en fram að því þá eru þannig að við teljum að lífið hafi hafist með einfrumungunum og við höfum sem rauninni komin all líf á jörðinu sem komið þaðan en ef við hugsaum okkur það sé fyrsti kaplinn í bókinni í þróun lífsins, þá eru svo rosalega margir kaplar sem eru á undan. Sem eru óáarpaðir. Sem eru óáarpaðir en eru alveg bersinlega staðrind að eru hluti af þessari þróun og það rekur sig allaleg til þess sem að safnstjórinn í þessu náttúrugripasafni í Bamberg benti mér á sem við vitum líka að plánetan var einu sinni bara allt fljótandi hraun. Þannig að og þetta bara svona hljómaði vel from magma to mankind. Hefur ekkert fengið neinar viðurkenningar fyrir þessa kenningu? Nei, ekki ennþá. Nei. Það var mjög áhugavert sko. Já. En fyrst, já, ok. Og svo þá komum við líka að öðru sem að komi í kjölfari að þessari svona observation. Já. Að mörkin á milli þessum mörkin á milli þessum við köllum lifandi og þessum við köllum dautt eru líka lína sem við þurfum hugsanlega er raunverulega að stroka út vegna þess að eins og við sjáum hvernig við erum komin út úr þessu svokallega dauða efni við þróumst út úr því þannig að við vorum til á því formati áður til þetta fyrirbæri stafrænt. Já og svo er þetta líka sko ég gerði annan svona lecture performance sem kallast Object Species og að þegar við erum svo vörnið að það séu lifandi verur og svo séu hlutirnir eru dauðir og það sem er lifandi verur eru lifandi. Eftir þá talar líkamann eða vitundina til líkaminn eitthvað annað en steinn. Neða bara sagt að manneskjan sé lifandi. Já, það þarf að fara að skilgreina manneskjuna. Hvað er manneskjan? Hvað þá? Já, sko, manneskjan er strúktúr. Þú ert að tala formið. Já, það er bara sko, alveg eins sko, það segjum bara að maðurinn er ef við segjum að sko, allt sé magma, hafi verið magma fyrst eða eitthvað þannig og segjum að allt sé sko... Og magma er, svo við höfum það á hreinu, það er... Hraun. Það er það sem ég á við með. Kjarni jarðar. Já, það er þetta rauðfljótandi sem er inn í jörðinni. Ok, en já, fyrir ekki það. Já, þannig að við höfum einhvern veginn, þannig að það fyrirbæri hefur einhvern veginn þróast til þess að geta orðið gangandi talandi, sitjandi í bílskúr að tala í mikrofón. Og geta sér tilum. Já, verður þunglind. Já. Og fá njálg. Fær njálg. Gerir allan fjandann. Og en já, þannig að þetta er náttúrulega mjög surrealist. Já, þetta er rosa surrealist en þetta er samt svolítið svona bara obvious beint fyrir framan augun á okkur sko. Þetta er eins og svona eitthvað svona Woody Allen mynd. Já. Ef þú spáir í því? Já, við erum náttúrulega mjög spaugilegar verur ef við horfum á það úr fjarlægð. Og kannski er þetta Woody Allen mynd. Kannski er þetta hinn stór Woody Allen mynd. Algjörlega. Já. En já, það er svo margar hugmyndir sem eru gamlar sem við erum ennþá að horfa á heiminn í gegnum eins og til dæmis það að það sé eitthvað sem er lifandi og eitthvað sem er dautt. Það sem að gerist í lífinu er að það verður ákveðin strúktúr til sem að vex og hann fellur svo saman. Það er eitt líf manneskju. Og vitundin hlýtur að breytast. Já, en sko það er bara að allt sem er í heiminum er lifandi og dautt á sama tíma. Sko, það er verið en aftur á móti vera til strúktúrar og þeir eru mismunandi. Grunnefnið er eins í öllu og svo verða bara til strúktúrar sem að funkar á annan. Sko, því þú getur ef þú myndir pása allt, raunverulega pása allt, þá myndi allt hverfa sko. Í rauninni. Það er ekkert eftir nema bara eitthvað sandkorn af eitthvað sem við vitum ekki hvað er. Það myndi allt hverfa því þetta það getur verið. Já, en þú skilur. Já,
Ég ætla bara að bæta þeim sambandi við sko, þetta líf, steinn sem bara liggur á jörðinni. Inn í honum eru fullt af einhverjum mólekjúlum sem eru á ferðinni á milljón. Og það er pásaðu það. Það er rosa, já, það er svo hreyfingar það er rosa hreyfing á því. Og það er það sama sem er að gerast inn í okkur. Þetta er alls konar strúktúrar sem hafa raðast upp og orðið að einhverju og þeir raðast upp á svona óbúslega flókin og flottan hátt eins og molekjúl raðast oft upp í kristalli. Þú ert þess að tala manneskjuna, þú segir okkur. Já, ok. En það er manneskjan þá ekkit annað en þetta form? Nei, þú veist, að því að hugurinn og líkaminn, hann er sem sagt form. Já, hugurinn, það sem við kallum hugurinn, hann er bara samþættur öllu efni sagt, og eftir þegar við erum að hugsa að þá erum við að upplifa mennska hugsun. Ég skil. Ég fann að hljóma svona eins og eitthvað gaur frá fyrir 100 ára síðan sem að þykist geta skýrt út. Nei, ég skil, en sko, núna köttur minn dó daginn, þá áttaði mig að þetta var ekki vélmenni sem dó. Ég gróf hana á milli þessara birkitrjáa hann úti, heldur var karakter. Það var hún hafði sérkenni. Já. Hún var ekki róbóti, hún var ekki eitthvað artificial gervigreind. Nei. Og líkaminn skildu hún eftir og það var sjúklega fallegt að horfa á þegar hún fór að þegar líkaminn hennar sko eftir að hjarta var hætt að slá og lungum voru hætt að virka að líkaminn hennar hélt áfram að losa út orku sko. Já. Þannig að það er eitthvað sem yfirgefu hjúpin sko. Sem er þá ekki af hinu efnislega eins og þú ert að tala það er ekki magma. Það er bara, já. Ég held að það sé samt bara þannig. Ég held að sem sagt að Þetta er ljósendaflæðið eitthvað? Nei, þetta er bara, nei. Mannleg hugsun skorðast að því hvernig tækið sem að við erum samanlögð áhrif líkam okkar, augnana, heilans og alls þess það býr til þessu upplifun sem við erum að sjá og áhrif á þættir út allt. Já, sko, maður sem ég hef unnið með sem heitir Stefano Mancuso skrifaði fyrstu bókina sem vísindasamfélagið samþykti að plöntur hugsuðu og kommunikeruðu og hann var að reyna að fá listamenn til að sína myndgera hvernig plöntur gera þetta því að það er svo allt öðru seldur en við gerum það og það er bara samanlögð líkamleg upplifun þessarar eindar sem er plantan. Og samskiptin í þessu tilfelli áttu sér stað hvernig? Þau senda alls konar skilaboð sín á milli, rafeindaskilaboð og efnafræðileg skilaboð, þannig að þau tré í skógi, þau tala saman. Já, ekki einungis bara gegnum rótakerfi eða eitthvað tauganett neðanjarðar, heldur líka. Já, það er líka sem að ferðast í gegnum loftið. Er það sanna? Já, þetta er alveg svolítið kannski langar bækur, ég treysti mér ekki alveg nákvæmlega til þess að taka þetta saman í mjög stundum máli. Og þá komum við einmitt að skilgreiningunni á einmitt ferðalagi upplýsingar sko. Já, ferðalagi upplýsingar. Því þú sér, þú ert eins og horfir á svona fuglahóp eða svona síldartorfur sem hreyfa sig sem einn líkama. Það er greinilegt að það eru samskipti þar á milli. Já. En hvernig eiga samskiptin sér stað sko? Og er þetta samskipti? Eða er þetta einingar vitund sem eðlislegt sko. Já, sem grípur heildina og útrýmir í eiginu sko. Já, þetta eru svona þessar þyrpinga það er svona þyrpingakenningar það hvernig svona flokkur flýgur og út af hverju. Já. Og
Já, ég hef ekkert maður að lesa það en ég ekkert mjög mikið inn í sko. Nei, wow. Það er að gleyma sér í öllu sko. Já. Þið að flækja lífið svo mikið sko. Nei, við erum að einfalda þetta við erum að flækja það sko, það er allt í lagi ok, en þá kem ég sko, ég er hérna með sko, ég er hérna með nokkra spurningar áður en við förum í gym á ég að spyrja þig bara núna nokkrum spurningum, á ég að taka eina spurningu núna og svo aftur eina og áður en við förum í gym ok, er þetta ekki dæmt til að mistakast? Meinar þau bara allt? Já, þessu þú vilt eða eitthvað ákveð þú ræður það er alltaf endalaus hreyfing áfram sko. Það er sem er svo áhugavert við þetta eins og er þetta þá sigur bara eða þetta er velgengni eða þetta er svona spurningar sem að við hefum búið til inn í tungumálun okkar og við upplifum velgengni og sigur og tap og svo framvegis en þú getur ekki svara, það er ekki hægt að svara þessu það er líka kannski hægt að taka það er að sko stróka það út spurninguna já sko sem gerir svolítið mikið af því að stróka út og henda gömlum spurningum til þess að geta séð heiminn á nýjan hátt ok, þá kemur hérna næsta spurning er eitthvað að tala um? Allt og ekkert á saman tíma já, ég meina já ljúga orðin er þetta að taka eitthvað svona eru þau marktæk tungumál þú sagðir aðan að það var ekki hægt að skýra út sannleikar nema að ljúga já, þó þessi ekki nema smá já, ég held að listin felist í því að ljúga eins lítið og hægt er já, það er náttúrulega út af því að tungumálið er takmarkað það gefur aldrei upp fulla mynd nei þannig að þegar þú tekur ljósmynd af húsi og segir að þessi hús það er náttúrulega lýja þegar það er ekki hús það er bara litir á pappír en þá þarf við náttúrulega að fara að lýsa einhverju sem það er ekki sjálf sko. það er endurskinn á einhverju sem var eða, já það er ekki hluturinn sjálfur nei, en hann að þurfum þá ekki að fara að endurskilgreina tungumál því að ég las ekkert um hana frumbyggjar Ástralíu sko, þetta var svona veiðifólk sátu bara einhverjum runnum í marga daga að bíða eftir einhverjum einum buffalo eða whatever eða hvaða dýr sem það voru að veiða þar þeir þurftu að hafa alveg þögn í marga daga þeir voru bara svo kettir, það er engin klukka þetta er bara eitthvað algjört tímaleysi það er ekki tungumál það er einn hugur já, tungumál eru óþörf ég hef heyrt talað um að orð, hljóð kommunikera svona, já það er mjög áhugavert sko hann er alltaf búið að skrifa óteljandi bækur um það hvernig tungumálið er bara ákveðið loka kerfi sem að líka hefur heltekið raunverulega hugsun okkar og sín okkar að heiminn og svo framvegis og fjötrar okkur já, það er náttúrulega samtalið, þetta er náttúrulega tæki bara eins og þú þarft hamar til þess að negla í vegg þá þarftu tungumálið til þess að geta struktúrerað ákveðna hugsun og samskipti og er alveg ofsalega nýtt en það er náttúrulega alveg örugt málað eftir 200 ára eitthvað þá verður að koma fullt af nýjum orðum það komi fullt af nýjum orðum bara á síðustu 30 árum og við munum halda áfram að skilgreina hluti til þess að halda áfram með þetta ferðaloka sem að lífið er og það verður ekkert betra að verða, það bara þróast finnst þér að þvottahúsið ætti að halda áfram? Mér finnst það mjög skemmtilegt þvottahúsið já, en verður það ekki þess vegna sem það ætti að hætta það efinn er alveg jafn nauðsynlegur eins og ákafinn í að halda áfram já og gerist örugglega oft samtímis hinu eða svona á víxl myndirðu vilja koma aftur í þvottahúsið? Já, alveg örugglega þáttum við 512 eftir 2 mánuði eftir 2 mánuði, já herðu, ok, sko má ég fá mér aðeins meira kók? Já, mér langar meira nammi líka já, fáum okkur nammi munntóbak, við erum með hérna
Þetta best sko. Ég nefnilega var með svo að hafa blóðþrýsting eftir að hættum við fótt á þessi og svo keypti ég með svona græju og svo bara lækkaði. Það er það er saman. Hvað sér, getur þið græju sem lækkaði loftþrýsting? Nei, bara svona mæli sko. Já. Ég er búin að vera með svo háan svo lengi sko. Já. Svo fór ég eina dáluslu og fór. Viltu stíl? Ha? Viltu stíl? Stíl? Já. Já, nei takk, Gunnar minn. Kannski næst. Það er stíl. Nei. Já, ok. Þú lakrís? Nei, ég borði ekki sig. Já, hann hættur Þú segir, vilt þú stíl? Ég er með stíl, sko. Diet. Nei, ok. Hvað er stíl? Stíl, þetta er CBD, þetta eru 50 mg CBD svo treður upp í raskataðar. Já, við erum svona grunnaði það, sko. Já, 2 eftir, ég tími er ekki að gefa á. Það voru 10 pakkanum, búið með það. Er þetta gott? Hvað ertu að nota á? Eskilur, hvað fyrir hvað? Það er bara hvað það chilla er að horfa sjónopið. Köka. Ég maður þarf að klemma hluti. Já. Og hann á, í smá stund. Ég maður alltaf að tróða stíl upp í börnin mín, sko. Það íta og svo skýtur hann aftur út, skilur. Sko, stílar eru vanmetni, sko. Já, það fann að Það er svo góð upptaka, þú bypassar hérna eitthvað lifrin eða nýrun eða eitthvað. Já, þetta er sem fólk kann að gera með túrtappa og vodka og svona. Já. Það er ekkert flókið. Viltu CBD? Nei. Ég er góð maður, ég er bara að nota þessu bara lakrís. Ok. Ég fæ Sko. mér þetta. Heyrðu, ok. Sim. Nei, getum við talað eins sim og gender. Svo kyn. Já. Shit, hvað mér leiðist kyn. Já, mér leiðist það líka rosalega mikið. Já, ok. Já. Mér leiðist líka þegar fólk talar um eitthvað svona þriðju skilgreininguna. Já, hán og... Mér leiðist þetta allt. Já. Mér finnst allt hundleiðilegt. Ég var að spáði sko hvort að þessi möguleiki á einhver möguleg framtíð framundan, þar sem að kynið hefur verið sko fært aftar. Af því að sko það er öllum sama hvort þú sért með blá eða græn eða brún augu og í rauninni eiginlega hvort þú sért dökkar eða ljósarður eða hvort þú sért hávaxinn eða lágvaxinn, það er ekki fremst. En við höfum sett kynið framalega og það gæti verið til samfélagi þar sem að það er ekki, ég veit að til í finnsku og til í Finnlandi og allt það, en þetta er svona dýpra level sem ég er að tala með það. Þannig að það væri sett til hérna útgáfa af tungumálun okkar þar sem að kyn er farið. Þá kemur það sko í ljós með öðrum hætti og alltaf seinna sko hvers konar kynverða þú ert eða hvers konar aðrar verur þú þráir eða vilt og það er ekki sett fremst sko. En hefur þetta eitthvað með svona kynhneigð að gera þá líka? Já, það er bara hjá þessu það er bara sko annað sett í forgrunnin, það er bara sett í forgrunnin það að vera to be a being, veist, að vera hérna mannvera, það er sett fremst og það til dæmis að vera með þrána út í lífið og vera með ákáni í það að vera til og að lifa og bara að hérna anda og borða og labba og vinna og ríða. Er fólk að ríða þá? Já, það gerir allt áfram sem það hefur alltaf gert en það er bara að þetta er ekki sett í forgrunn heldur þetta sem ég var að tala Nei, þetta er ekki dræfið okkar. Já, við öndum, við sjáum, við borðum, við drekkum vatn, já, við ríðum, við löbbum, við vinnum, við erum skapandi, við hugsum og ef að úr tungumálinu væri tekið í burtu, þetta hann og hún og hán og allt það, að þá myndi þetta hitt smá saman sko fara fram fyrir. Þá er enginn að, þá bara dettur það út hvort þú sért hán eða kona eða karl. Já. Ok. Og þá er þetta rauninni, þá er þessar skilgreiningar sem við erum með núna, þar eru dregna saman í eitt og það er annað sem að kemur. Mér fannst þetta verið svolítið munið fyrir emblakominga fyrir löngu síðan. Já, núverandi Móberg. Ok. Þá var allan að sko hennar eða háni eitthvað take out af að vonandi í framtíðinni þá skiptir þetta ekki máli. Já. Og það finnst mér verið svo heillandi sko, þetta skiptir ekki máli. Nei. Þetta sé einmitt bara fyrst í aftursætinu. Já. Að þegar ég man eftir því að
þegar ég kom í heimsókn til ömmu minnar stundum í gamla daga, þá sagði ég að það væri komið af því að ég sá mig sem einhvers konar svona creature sem var bara svona einhver prakkara svona lítil konguló sem var svona prakkari og veist langaði bara svona til að gera einhver hluti og þá allt þetta hitt var farið og ég sem þess að kjarnin í mér í rauninni það kjarnin eitthvað allt annað heldur með kyn kyn bara geti verið í 3., 4. eða 5. sæti og það svona möguleg framtíð sem að sko, mér veist áhugavert þegar þú segir sko, þú kynir þetta ég Google Translate en texta sem var mjög áhugavert Sim sko, Sim möguleg útgáfa af framtíðinni það sem mikið að breytum sem við förum eftir í dag hafa horfið bráðnað eða umbreyst verulega það sem mér veist áhugavert það sko, því að svo byrjar að lesa upp sko hvað sim og það sko í sim tíminn liðinn já, það ekki tími lengur nei, en samt talað þetta ástandi þessa vídd sem mögulega útgáfu af framtíðinni samt sem að felur í sig tíma já, þegar við skiljum það þannig þetta þá ekki ákveðin þversögn? Jú, það er ég tala nútíma tungumál. Ég tala ekki tungumál það sem að búið að taka út hugsunum tíma. Nei, ég skil. Til þess að geta gert það þá þarf samfélagið að þróast talsvert mikið meira og þetta basically bara þannig að tími bara hugmynd að það eina sem gerist í rauninni að dót hreyfist Það er eina sem gerist. Í Sim, þetta rétt bara fram? Það finnst þess að erfitt að borga fram hugmyndafræði lifandi á móti dauðum horfin? Já, það þetta sem ég fjallaði mig frá Magma to Mankind það sem sagt bara, það ekki skilgreiningin hvort eitthvað sem lifandi eða dautt ekki lengur relevant alveg eins og hugmyndin kyn ekki lengur relevant og við tölum bara strúktúra í staðinn. Þá erum við farin að bera virðingu líka fyrir grjóti og grasi. Grjót alveg jafn mikil strúktúr eins og við og hann jafn mikil hreyfingu eins og það sem við köllum manneskja. Og í rauninni þá líka þessi brjálaða hugmyndum það hvort þessi líf á Mars. Í rauninni líf inn í hverja einasta steini á Mars. Já. Samkvæmt þessu. Já, hver einasta sandkorni. Já, það sko það heil heimur hverju sandkorni. Bara líf og dauði, þetta bara hugtök sem á að taka í burtu, þetta bara strúktúr. Þetta strúktúrar jafn mikið eins og allir strúktúrar sem á plánetunni. Þeir jafn aktífir þar eins og hér. Ok, en samkvæmt þessu engin í rauninni vitund eða sál? Jú, það vitund og sál í öllu, allan tíman. Sem að, ég meina, þegar að líkami hættir að starfa og grafin eins og kísan mín þá byrjar hún bara að rotna og nú fyrir að fara hlýn í veðri en nú kemur hiti en nú fer hún að þiðna í jörðinni. Ég verið prófað að grafa gröf í frosna jörð og það fá eitt svona nammið þarna úr þessu ég ætla að gera smá við ég að safna það rosalegt að grafa hólu í frosna jörð. Sjáðu, hvað þetta? Þetta? Já. Þetta hvað heitir þetta? Ég get ekki sagt þig hvað þetta er. Þetta eitthvað svona jelly bean eða eitthvað leys? Þetta titlingur. Þetta nammi titlingur? Þetta nammi titlingur. Já, ok. Með kóng. Ok. Svo því búin að, takkt í marga parta. Já. Gerðu svona. Þetta núna nammi titlingur? Nei. Þetta er drasl. Þannig allt. Já. Ég veit. Strúktúr sem settur saman og sem fellur. Það eina sem gerist. En svo spurningin, það ekki lífandi að döð. Það bara, það færist úr því að vera í þessu formati yfir í að vera í þessu formati. Svo fer það úr þessu formati yfir í eitthvað annað format. Það það eina sem gerist. Þetta bara breyting á strúktúr. Og engin strúktúr fastur vegna þess að það alltaf hreyfing og öllu vegna þess að
sem molekjúl og rafeindir og allt þetta dótið eða orkan sem inn í okkur, hún alltaf stöður í hreyfingu. Já. Það eina sem gerist. Það ekkert sem að lifandi eða dött. Heldur að kísan mín hún fer ekkert í annan líkama neins þar annars þar? Nei, sko líkaminn sem að bjóð til kísuna hann að leiðina að losna í sundur. Þannig að þá það identity ekki raunverulega lengur til en ekkert eftir af henni, neins þar? Sko nei, í rauninni ekki mikið meira heldur en af þessu sem að ég braut í sundur og hendi niður í jörðina. Drasl í jörðinni. Já, þessum sem sagt það bara orðið eitthvað annað sem sagt kísan að breytast yfir í eitthvað annað. Já, hún lifir náttúrulega í hjörtum okkar og hugum okkar, í minningunni. Ég var sjúklega sorgmættur sko. Ég skil það mjög vel. Ég varstu svona hissa hvað þú tókst þetta inn á því? Já, ég var mjög hissa. Þetta gerðist svo skyndilega. Ég held nú væri með þráhyggjusjúkdóm. Já. En svo kom það í ljós og hún með brjóstakrabbamein. Pældi því? Já. Þannig hún var með æxli. Ég held hún væri með svona sjálfskaðahegðun. Kötturinn? Já. Og svo var hún bara með æxli allan tíman að reyna að tala við mig með tungumálinu sem hún hafði og ég hlustaði ekki. Nei. Þannig að það ekki bara sorg, heldur líka mikil sektarkennd yfir í út af því að ég hefði mögulega geta gert eitthvað sem fyrr. Hún var samt hún gömul greið. Ég veit ekki hvað hún gömul, hún fannst í hlöðu. Gefum okkur hún að vera gömul. 10-12. Kötturinn minn dólega var í nokkur vikum. Eða það, varstu ekki sorgmættur? Jú, meira en ég held. Fórstu að gráta? Nei. Ég grét. Hann samt, þegar við fluttum, mjög gaman, fyrsta daginn, tínistan, kíkja út eldsklukkan, þá hann í glukkanum hérna nágrannum okkar og horfið svona á mig. Slápið var á mig, aumingiðinn. Svo kom hann aldrei aftur heim. Já, ok. Þannig að hann flutti bara í næsta hús, sko. Fannstu fyrir höfnun? Það er bara sjúklega að fyndi, sko. Þetta sýnir bara alveg karakter, hvernig kísur eru, sko. Ok, en þú fannst ekki fyrir neittnir höfnun? Nei, ég var bara mjög hamingjusamur hans hönd. Í alvörunni? Ertu ekki bara að segja að þú veist þú átt að vera að finna? Nei, og svo nýja eigandinn hans, hann vinnur okkar í næsta húsi, hann sá ekki sólina fyrir hún, sko. Hann elskaði hann. Við komum ekki heimsókninu, svona hann var búin að kaupa svona gósbrunn, svona eins og súkkulaðigósbrunnur, alltaf festu vatn sem kemur niður, sko. Fyrir köttinn. Og svo svona 5 skálar með mismunandi mat. Ertu að djóki mig? Og svo kom sá tímapunktur að við leiðum honum að eiga hann, sem sagt formulega á pappír ætlega. Og það var gleðinn, sko. Wow. Og svo liði hann mjög hamingjusamlega kyrrt á hann, langarsögn. Hver kyrrði á hann? Ég veit það ekki. Stakk hann af við það? Já, ég held það. Hann fekk hann bara í henduna svona bara í tætlum, sko. Hver? Skilur hver afhendan? Örlokan. Í alvörunni? Og svona grafin í garðinum, núna eins og hinn, grafin í frosti, eins og þeim. Örlög. Já, skilur þetta er bara lífið. Þetta er bara lífið. Já, algjörlega. En þú veist, til dæmis þó að ég segja að við séum bara strúktúr sem að vex og falli á kötturinn sé bara strúktúr sem vex og falli, þá er samt ástin og tilfinningarna sem við höfum og löngunum til þess að lifa og svo framvegis er alveg gífurlega mikilvæg. Já, líka dýrunum. Já, af því að við höfum ekkert annað og ég alls ekki að gera lítið úr því, en ég bara að reyna að benda á í rauninni bara staðreynd sem að mér finnst vera svona bara blasa við berum augum. Akkur alltaf sé svo líka hamst. Út frá gefnum forsendum. Það er bara það sem að það sem að ég les, sko. Ég hef ekki hvort að segja rétt eða rangt, en þetta er bara svona það sem ég hugsa heiminn eftir að hafa hort á heiminn. Og svo er ég bara að tjá það. Bara svona mjög einfalt. Er tjáningin með einhverjum fyrirvarum og getur mögulega haft rangt fyrir þér? Öllum fyrirvarum. Ég hef ekki hugmynd hvort að eitthvað sé rétt eða rangt sem ég er að segja. Ég er bara að segja, þetta er bara mitt observation. Veist? Sko, það var hérna ég ætla að fá mér aðeins meira í haus. Já. Áttu aðra svona jónu fyrir mig? Já, ég get alveg búið hann til. Okay. Eru eitthvað í stressi? Já, ég myndur líka. Ertu að fara á nætuvakt? Klukkan? Já, ég er að fara svo líka. Þannig að við förum bara heim á eftir. Já, en talandur satt lífsvíluna, við eigum líka Ég skal rúlla inn að þú verður bara haldið þig bara áfram. Hamstur, við mistum líka hamstur fyrir nokkur vikum. Já.
og við einmitt fylgdum honum inn í dauðan, það tók alveg viku sko, þar sem við varum að hjúgrunum og hann var að berjast, hann var með eitthvað svona öndunarfæra sjúkdóm greinilega og hann gafst ekkert upp, hann var enda mjög erfitt sko, hamsturinn hérna það var það sko, hann líka var svo rosalega viku, við varum með hjúgrunum til líf sko, en svo hann bara gafst ekki upp þangað til alveg undir að síðasta sko, þar sem hann gat ekki meir. Ég hefði örugglega verið eins, þú hefði örugglega verið eins. Ég er að segja, er það ekki bara það sem við gerum? Jú, það sem ég var að hlusta á okkur, þá hugsaði ég um hamsturinn sem var í viku, bara pínulítið dýr og bara skilur og það er allt reynt til þess að halda honum einhvern veginn í gangi en hann bara gefst ekki upp þangað til að hann nauðbegur til þess að. Var hann eitthvað að bitsa yfir þessu? Hamsturinn? Já. Hann var ljúfur sko, þetta var ótrúlegt, maður fann rosa tengingu við dýrið sko. Já. Og allir hinnir skilur, hann lá bara hann að dó í fanginu á okkur sko, þetta var, magnað sko. En Davíð, ætlar að fá þér, ætlar að taka að þér annan kött? Nei. Ok, af hverju ekki? Við vorum að fá nýjan hamstur. Ok. Við biðum eftir hennum eina rétta, að því að mákonum mínum er ofnæmi. Og þau búin að hliðina með börnin og ég er búin að grápa hund og kött og ketti og allt, mér finnst dýr æðisleg. Mér finnst rosa erfitt að því að ég get ekki bara fjölskylduna vegna skilur vera með dýr lengur. Nei. Mér finnst það rosa erfitt. En af hverju myndur ekki fá þau vélmenni? Það myndi ég aldrei gera sko. Ég aldrei skilja þetta líka með ellheimunum það með gamla fólki með robotkettina og svona sko. Já, ekki með sért með mjög slæmt demensía skilur og gerir ekki greinamun á sko. Ok, en hvað er ekki betur en ekkert? En er ekki sem kettin þess að hárlausa? Nei, það er ekki svona. Við áttum eins af vinkona okkar sem bjóð okkur átt að henni og þeir eru ótrúlega klárir sko. Ertu hræddur að myndi taka yfir heimilið? Þeir eru rosalega, þú lappar henni í herbyggi og hann er upp í rúmi og horfir á þig, þetta er bara eins og Austin Powers mynd $1 million svo en ég hef alltaf átt ketti ég elska þess vegna fannst mér þetta svo fyndið með hinn köttin okkar við fluttum með 2 og 1 flutti bara út bara fokkið hann er kannski bara hinn er kannski rekjaðan út nei, hinn var undirgefin já, en hefur íhugað það að kannski bara er kötturinn keyrður áfram af hreinni samkennd og hann hefur bara fengið skilaboð það að hinn gaurinn hafi þurft meira á honum að halda en þú ég horfði á þannig þá var það bara klálega rétt sko þetta var bara maður í vaktavinnu skilur sem elska að hafa hana ekki með heim og kúra og svona sko þú veist það er alltaf að tala að ketti séu eitthvað svo selfish og hundar séu eitthvað svo geggjaðir en svo eru hundar ekkit annað bara sjúklega meðvirkir skilur við er bara eitthvað þangað til að snappa og býta að taka andlitið að hundurinn að strykka nágrana ég kalla hann sko gamla nasistafóringjan því hann horfir alltaf á mig sem hann hefði tekið bara hérna 3 milljónir manns bara á lífi skilur það er mér sem eitthvað sektakent bara yfir að draga andan köttur minn horfði aldrei svona á mig nei, ég elska hann var alltaf bara alveg drull alltaf mega chilla alltaf bara eins og væri skakkur við áttum annan líka sem að láta frá okkur dána minni sem að við fáum stundum í pössun og hann var heim daginn og var að tala um mig og horfa á mig og svo bara ælir hann yfir allt gólfi skilur það er alveg drull sko já ég veit það og svo lappar hann bara skilur geggjar sko við ættum kannski að gera þetta líka hérna er ég búin að búa til strúktúr til strúktúr með uppavend hann var ekki til áðan hann var í nokkrum hlutum hann var í 4 hlutum skilja það var ekki Jóna þetta var ekki Jóna nei, núna er Jón Eindir já, einmitt núna er Jóna þetta og þá hún hugsar eitthvað ákveðið sem að hún það er einhver ásetningur gjör svo vel ég gerði þetta þetta er öskum ekki ég notaði það ekki á þann nei, en þú notaði hann hérna annars þarf ég að ryksu þetta fór alltaf buxurnar mínar en það er allt í lagi ok, ég ætla að fá mér aðeins meira hérna og svo ætla ég að halda áfram semst í gegnum þetta handrit við eigum ekkert svo mikið eftir nei, þetta er voðalega kósí já er ekki alveg hundlegilegt að hlusta allt þetta bullum nei, ég er svo mér er eiginlega alveg sama en það sem að gæti orðið erfitt það er sko það sem ég var svo vanur að gera í þessum 100 þáttum ég tók þetta allt mjög alvarlega það var sko að fara svo inn strax eftir viðtal og skrifa einhverja massíva frétt já, það er fyrir mannlíf sko og það gæti orðið svolítið erfitt að skrifa þessa frétt en hann Björgun Gunnarsson blaðamaður hjá mannlíf hann er líka ljóðskáld hann kemur á austan sjúklega flottu gaur
Við hittumst á dænöfnum á Egilsstöðum jólin og borðum saman kótilettu. Blind date. Fórum á blind date. Á Egilsstöðum? Já, maður. Og hann bauð mér að taka þátt í ljóðakvöldi. Og ég þáði ekki. Nei. Undir því yfirskynni að ég nennti ekki að keyra yfir heiðina en sannleikurinn var sá að ég var hræddur. Já, sér eftir því núna. Að keyra yfir heiðina? Nei, að opinbera mig og lesa ljóðin mín. Já, hefur ekkert gert það? Hefur ekkert gert það? Má ég lesa eitt ljóð? Já. Ég held að kannski ætti þessi þátturinn að bara breytast í ljóð. Já, þannig ég líka að koma, sko. Nei, ég er stæðin. Þetta, ég er mjög spenntur reyndar, ég hef aldrei heyrt ljóð eftir þig. Ég er að leita... Eftir ljóðið, má ég fara á klósettinu okkur? Já. Hann má skoða það. Cool. Hann má koma upp á endi. Fúsi, hvernig var þú að vera komin á nætuvættina? Sko, ég að komin 11:30, en það tekur smá tíma að koma frá milli. Er það langt í burtu eða? Ég bý í Seljakveðis, bara heim og svo er þetta í Kópavogum. Já, það er svolítið þærlega. Sko, ok. Núna kem ég hérna með eitt. Já. Tilbúin. Já, við erum alveg bíðum spenntir. Sko, hérna er þetta. Þetta er enda svolítið langt, en ok. Sko, blár bjarmi birtist mér í viðarpanelnum og ég veit að þær eru komnar. Fjaðrir þeirra strjúka loftið og augu þeirra eru svört með rauðum stein. Það er tala án orða og ég er hreyfingarlaus, lamaður og það er ekkert nema hlustun. Við tökum á okkur þetta efnisform fyrir augu þín að sjá. Við erum allt sem skilur best. Efnið sem við tókum er æskaðín og ímynd alls sem hlýjar þér nema augun þau sýna þér litina. Við erum hér til þess að færa þér skilaboð einfallega því þú baðst okkur það og samstundis heyrðum við. Við heyrðum því að við erum hugsun þín, við erum hvernig þér líður, við erum sál þín og í gegnum aldirnar vöktum við. Þú sækist eftir hinnu upplýsta alvaldi því þú týndur í heimi hugmynda, þú dapur og sérð aðeins tilgangi skildum. Það er það eina sem heldur þér á lífi og því neistinn aðeins glóð. Við erum glóðin og þú ert glóðin og við verðum saman að báli. Í þér búa öll svörin við öllum spurningum allra heima, í þér veistu upphaf og endi allra heima, í þér býr allt sem hefur verið. Fyndu þungan sem skapast að togi jarðar og fyndu það í þér að það er ekkert efni. Það er aðeins tónnin eða ómið. Ómurinn er hreyfing, tíðni sem er viti borin, hún felur í sér samruna og klofning, hún er eilíf í hita og kulda. Þú sækist eftir vitnesku en þér er ætlað að draga hana frá hægri til vinstri og skapa þessa brú sem krafist er. Brennipunkturinn skapast í miðri brúi gegnum orustuna sem svo margir hafa lýst, drekar og djöflanir. Vinur, þetta er alveg að vera búið. Þú heggur þá sem fara yfir brúna og eftir situr landamæra laust land sem er vitund þín vinur. Mundu orðin ljúga, ásind lígur, hugmyndin lígur, efnið bognar undan eigin þunga og er mæja. Það er hans hreyfing og þungin tengsl þín við kjarna jarðar. Þú ert afsprengi kjarna jarðar. Þú munt ganga í námshöll leið og hún birtist þér. Það eru örlög allra eininga að öðlast sín. Við skiljum við þig hér og þú munt skilja tilgang þín því þér hefur verið veitt staðfesting. Vinur, þú vissir, þú veist og þú munt vita, það eru örlög þín að vita það að verða vitin. Alveg eins og við komum hingað munum við nú hverfa og þú munt aftur fá mátt, þú munt fara í svokallað samfélag og segðu öllum frá hverðu eru í kjarnan. Vinur, segðu öllum frá því að þau eru steinar og vatn og ís og eldur og loft. Kallaðu eftir hina upplýsta alvaldi en snúðu þér í rétta átt þú kallar. Bjarminn verður stein, grár, tískulitur og sólin verður mér sýnileg. Er með að dreyma í draumi, er ég hér eða er ég allstaðar? Vá, hvað þið flott maður. Þetta var sko 11. og hálfur febrúar.
Minna þetta allt sem að ég er búin að vera að tala í Sim kemur fram í þessu ljóði. Já, einmitt. En þetta voru bláfjæðrir sem voru að heimsækja mig sko. Eða sem Blue Avians. Það er koma frá magma, eða sko plasma. Það eru úr plasma plánetu. Sem er örugglega fyrir var kannski það sem að magma kom út úr. Þetta er bara rosalega gott. Geggjað. Er þetta loka orðin í kvöldu? Veit ekki. Ég sendi þetta á útgefanda og þeir sá sér ekki fært að gefa þetta út. Ári. Þeir útskýra ekkert svoleiðis. Þeir hafa ekki lesið þetta. Var þetta fleiri vandalega? 100 ljóð. Okay. Þegar ég var í þunglindi þá skrifaði ég 100 ljóð. Mér finnst það bara geðið ljóð. Takk. Og það var bara allt þarna með, þú veist, hvað var það sem þennst út og þetta var einhvern veginn allt sem að allar Sim-kenningarnar eru að inn í þessu ljóði? Já. Fríka maður. Það eru allar inn í þessu ljóði. Þess vegna er ég að segja, er þetta möguleg framtíðasýn eða er þetta hér og nú? Þetta hefur náttúrulega alltaf verið. Já, einmitt. Alveg eins og þær sem koma þarna úr Örófi aldana eða hvað þetta er. Sko, ég held ég sé allavega að búi með þetta handrit. Já. Hugmyndinar er líka, þetta lifir á milli okkar. Það er ekkert eitthvað inn í einum eða eitthvað, þú veist, þetta er í samtalinu á milli okkar og veist, er það ekki? Klárlega. Og hugsunin er bara svona á milli kenninga, þú veist, það er engin kenning sem er eitthvað complete, sko. Já, og maður þarf ekki að ljúka þessu. Nei. Skiptir engu máli. Nei. Skiptir engu máli, þetta er bara leikur, sko. Spæður, við erum alltaf bara að spyrja fólk, er eitthvað loka orð? Fuck that. Fuck that shit. Fuck that shit, sko. Eat a dick. Eat a dick. Eat a dick. Já. Það er loka orð, nei. Eat a dick. Eat a dick. Hanna, sko, ok, við erum með kostnaðar aðila. Við erum með spons í dag. Alright. Er það Jói í Múlakaffi eða hvað? Hver er það í dag? Það er ekki Geir Goldfinger heitinn. Geir Goldfinger, já. Við erum með við erum með það með gott CBD, sko. Gamla, góða, gott CBD. Já, ég veit það. Sko. Ertu með einhverja nýja ólíus ekki pröf? Ég er ennþá með bara eitthvað sem rann út 2021 heima, fullt af þeim, sem ég er að móka í mig. Það sem er svolítið hot þessa dagana, það er ólíur, sko, frá Endoga. Já. Og þetta hérna er rosalega gott fyrir börn. Því þetta er isolated olja, sem þýðir að hún inniheldur ekki THC. Mega þau slára þessi í sig? Mega þau? Hver ætti að banna það? Eiga? Ég veit ekki. Ronald Reagan eða eitthvað? Mér er drull. En þetta er mjög gott hérna ef að þau eru að fara í próf eða eitthvað sem veldur þeim kvíða og streitu. Þetta er myndu og chocolate. Þetta er 15% CBD og það er ekkert THC. Þú voru að prófa þetta. Við erum að prófa þetta. Af hverju sem keep in a refrigerator hér? Af hverju? Er það út af þessu, er einhver auka út af myndunni og súkulega? Já, getur verið, sko. Þetta hérna er alveg mitt uppáhald. Þetta er 50% paste frá Pharmahemp. Já, þetta er hrískrónin. Já, þetta er, viltu smaka það? Er þetta að borða þetta? Ég setur undir tunguna. Ég smaka það, ógeðslega gott. Sko. Myndun, taktu þetta inn á puttavind. Já, ég er búin að Þetta getur verið fyrir undir tunguna eða undir vöruna? Bara undir tunguna eða ofan á tunguna eða bara hvað sem þú vilt. Þú mátt bara taka þetta. Þetta er bara svo pepp. Já, maður. En þetta er sem sagt gott CBD eða Hemp Living. Þetta eru sem sagt tvær svona vefverslanir undir sama hattinum. Sem sagt gottcbd.is eða hempliving.is. Þar fáið allar þessar vörur og við erum með afsláttakóða sem er þvottahúsið. En svo er líka að fara upp í búð, upp í Urriðaholtsstræti 26 og hitta þar annarkvæmt Sigga eða Tótu og þau hérna... Sigga, er Tóta hérna líka? Já. Þau vita allt kannabínóða. Þessar 130 kannabínóða sem eru fundnir so far í plöntunni. Og já. Þetta er geggjað. Já. Er það vatn annað nokkuð? Jú, þetta er vatn. Þetta er vatn. Viltu vatn? Waterloo. Já. Heyrðu Egill. Já. Það hérna var
og gaman að sjá þig Já, og sömuleiðis. og verður gaman að sjá þig Já, og hérna framhald þáttur. já, nákvæmlega það getur vel verið ef við höldum áfram við veitum ekki neitt, við höfum ekki rætt það neitt nei, það getur allt gerst það getur allt gerst og hérna já ég mitt já þetta er svona svo, já, takk Takk sömuleiðis. all right Frá náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra.